Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Ég býð ykkur öll velkomin til þess 825. fundar bæjarstjórnar. Á dagskrá þessa fundar fyrri umræða ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2022. Einnig eru 2 fundargerðir bæjarráðs til staðfestingar. Það eitt almennt erindi og 6 fundargerðir til kynningar. Fyrsta mál á dagskrá hjá okkur fyrri umræða ársreikninginn. Og skipulag þessa fundar verður þannig að fyrst tekur til máls bæjarstjóri Regína Ásdórsdóttir, þar á eftir kemur endurskoðandi bæjarins og ræðir reikninginn og að því loknu verður orðið gefið frjálst og bæjarstjórnarmenn geta óskað eftir orðinu. Þegar við erum búin að afgreiða ársreikninginn til síðari umræðu, þá verður gert stutt hlé á fundinum. Ég held okkur sé ekkert af vanbúnaði. Forseti ætlar sérstaklega bjóða velkomin til fundarins Harald Örn Reynisson og Lilju Dögg Karlsdóttir, endurskoðendur bæjarins. En við hefjum þá þessa fyrri umræðu ársreikning og ég býð í pontu bæjarstjóra Regínu Ásdórsdóttur. Gjörðu svo vel, Regína. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2022 lagður hér fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég mun gera grein fyrir helstu lykiltölum varðandi rekstur Mosfellsbæjar á árinu og svo sýnum við jafnframt glærur með helstu stærðum í rekstrinum. En ársreikningurinn var lagður fram á fundi bæjarráðs 3. apríl síðastliðinn þar sem hann var tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn. Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2022 ber með sér erfitt efnahagsástand í yfirstandandi verðbólguskeiði með tilheyrandi áhrifum verðbóta á skuldir sveitarfélagsins. Fjárhagsáætlun sem var gerð í árslok 2021 gerði ráð fyrir 3,5% verðbólgu á árinu en verðbólgan tók stökk og varð 9%. Verðbólga umfram áætlanir leiddi til þess að fjármagnskostnaður sveitarfélagsins varð það bil 808 milljónum króna hærri en áætlað var. Ef rekstrarreikningar A og B hluta skoðaður eða rekstrarreikningurinn skoðaður, þá sést að tekjur ársins námu 16.446 milljónum sem í samræmi við fjárhagsáætlun ársins og 7% hækkun frá fyrra ári. Af því var útsvar og fasteignaskattur 10.366 milljónir, jöfnunarsjóður 2.749 milljónir og aðrar tekjur 3.330 milljónir. Skatttekjur hækkuðu 500 milljónir á milli ára en aðrar tekjur lækkuðu sem því nam, meðal annars vegna lægri tekna af byggingarréttagjöldum. Launakostnaður nam 8.062 milljónum, hækkun lífeyrisskuldbindinga 244 milljónum og annar rekstrakostnaður var 6.724 milljónir og samtals rekstragjöldin því 15.030 milljónir sem 154 milljónum hærra heldur en í fjárhagsáætlun. Framlegðin nemur 1.416 milljónir og hefur hækkað 40% á milli ára. Afskriftir voru 597 milljónir og rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliðið var þá 819 milljónir. Fjármunatekjur, fjármagnsgjöld og tekjuskattur námu 1.718 milljónum og var rekstrarniðurstaðan ársins því neikvæð 898 milljónir. Og það 960 milljónir lakari rekstrarniðurstaðan gert var ráð fyrir fjárhagsáætlun. Og frávikinn skýrast að stærstum hluta af áhrifum verðbólgu á langtímaskuldir sveitarfélagsins. Veltufé frá rekstri mikilvæg stærð sem sýnir hversu mikið stendur eftir til þess að standa undir afborgunum lána og fjárfestingum. Þrátt fyrir að rekstrarniðurstaðan hafi verið neikvæð 898 milljónir, þá veltufé frá rekstri 1.233 milljónir eða 7,5% af tekjum. Í ljósi aðstæðna þetta viðunandi en þetta samt sem áður ekki nægilegt til framtíðar.
á næstu árum þá þarf hlutfall veltufjárrekstri sem hlutfall af tekjum að hækka til að tryggja að sveitarfélagið geti staðið undir skuldbindingum og nauðsynlegri uppbyggingu. Þegar lykiltölur ársreiknings eru skoðaðar þá ber helst að nefna að skuldaviðmiðið í lok ársins er 104,4% og er vel innan þessa 150% sem viðmiðið er í hámarksviðmið sem er í lögunum í dag og hefur verið tímabundið afvirkjuð. Eigið fé í árslok nam 6.765 milljónum og eiginfjárhlutfallið er því 23,5%. Íbúar Mosfellsbæjar voru 13.407 þann 1. desember 2022 og fjölgaði 384 á milli ára. Mosfellsbær er sem fyrr 7. fjölmennasta sveitarfélag landsins og þar störfuðu 848 starfsmenn í 712 stöðugildum í árslok 2022. Rekstur málaflokka gekk ágætlega og var á heildina litið í góðu samræmi við fjárhagsáætlun. Fræðslu- og uppeldismál eru umfangsmesti málaflokkurinn og til hans var varið 7.320 milljónum eða 55% skatttekna. Til velferðarþjónustu var veitt 2.843 milljónum eða 21% skatttekna og þar með eru talin framlögin frá jöfnunarsjóði til málaflokks fatlaðs fólks. Svo eru íþrótta- og tómstundamálin þriðja umfangsmesta verkefnið og fengu 1.458 milljónir eða 11% af skatttekjum. Rekstur velferðar- og skólamála er í eðli sínu viðkvæmur þar sem að þjónustu þörf, svo sem í málaflokki fatlaðs fólks og í öldrunarmálum og í sérstuðningi í skóla getur breyst með mjög skömmum fyrirvara. Og við höfum tekið upp það vinnulag á þessu ári að fara mánaðarlega með sviðsstjórum yfir alla rekstrartölu sviða til þess að geta gripið inn í ef það er einhver þróun í gangi sem er umfram áætlanir. Og að mínu mati þarf að samþætta í raun og veru kostnaðargreiningu fjármáladeildar við lykiltölur sviðanna til þess að við séum svona með skýrari sýn á hvað einstaka þættir kosta innan málaflokkana. Og við þurfum líka að hugsa til framtíðar, hugsa stafræna þróun og velferðartækni til þess að auka skilvirkni. En árið einkenndist af miklum framkvæmdum, bæði til þess að geta tekið við fjölgun íbúa og til að byggja frekar upp innviði sveitarfélagsins og helstu framkvæmdir voru gatnaframkvæmdir, endurbætur Kvíslaskóla, auk byggingar íþróttahús í Helgavelskverfi. Og með Kvíslaskóla þá fór hann 600 milljónir fram yfir áætlun vegna þessa miklu mála sem þar komu upp og ekki var ráð fyrir gert. Og það voru ýmsar framkvæmdir við stofnanir bæjarins og íþróttamannvirki, þannig að þessi liður var mjög svona fjárfrekur og fór fram úr áætlun í raun og veru. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það eru blikur á lofti í efnahagsmálum vegna verðbólgu sem ekki sér fyrir endan á. Ríkisvaldið kom til móts við sveitarfélögin vegna kórónuveirufaraldursins með því að taka tímabundið úr sambandi fjármálareglur sveitarfélagana sem voru sem sagt afvirkjaðar og að óbreyttu þá verða þær reglur virkjaðar að nýju 2026 og þess vegna er mikilvægt að ná tökum á verðbólgunni og tryggja að við okkar áform rekstrarafgang næstu ára gangi eftir. Ég vil þakka öllu því frábæra fólki í fjármáladeild bæjarins sem kom að vinnu við rekstrarreikninginn undir forystu Péturs Lofton fjármálastjóra og Önnu Maríu Axelsdóttur verkefnisstjóra og þá vil ég þakka mjög gott samstarf við endurskoðendur KPMG, þau Harald Örn Reynisson og Lilju Dögg Karlsdóttur og þakka fyrir áheyrnina. Takk. Takk fyrir þetta. Þá býður forseti í pontu Lilju Dögg Karlsdóttur endurskoðanda bæjarins. Gjörðu svo vel, Lilja Dögg.
Þetta komið. Ágæta bæjarstjórn, forseti og bæjarstjóri og aðrir gestir. Bara þakka fyrir að fá að koma og kynna fyrir ykkur niðurstöður endurskoðunar ársreiknings 2022 fyrir Mosfellsbæ. Í þessari skýrslu eru svona okkar helstu niðurstöður sem ég ætla að fara bara yfir. Regína fór vel yfir tölurnar í ársreikningnum, þannig að það til ekki vera þörf á að fara sérstaklega yfir þær. Við erum bara þetta er bara svona formlegur inngangur. Taka fram að þessi skýrsla verður sem sagt afhent bæjarstjórnarmönnum við seinni umræðu, sem sagt þegar afgreiðsla ársreiknings fer fram. Þetta er hún bara í drögum. Helstu niðurstöður endurskoðunar eru taldar hérna fram. Þetta er svona hvaða áherslur við setjum taldar þarna upp. Og svo varðandi mál sem að verða frágengið við samhliða seinni umræðu. Við erum þau að tala, það er sérst afgreiðsla áritun bæjarstjórnar, undirritun áritun endurskoðanda og svo lokaútgáfa endurskoðunarskýrslunnar. Varðandi endurskoðun er áhættugrunduð og við þurfum að setja okkur svokölluð mikilvægismörk. Af því við getum ekki skoðað allt, þá þurfum við að setja okkur svona niður og við metumst það svo að 161 milljón sé þessi mörk sem við miðum við. Þannig að ef að skekkja sem að væri ársreikningnum þá myndum við ekki segja að væri í lagi. En það er ekkert svoleiðis til staðar hér, tekað sérstaklega fram. En svo ber okkur skylda að greina frá skekkjum sem eru yfir 8 milljón. Þannig að það er þessar tölur sem eru þarna í kassanum. Svo segjum við hérna umfang endurskoðunar, það nær yfir allan ársreikninginn, bæði stofnanir í A-hluta og B-hluta. Við framkvæmdum sérstaka stjórnsýsluskoðun og það kom ekki fram neinu verulegi veikleikar. Við förum yfir virkni innra eftirlits sem er til staðar hjá sveitarfélaginu og þar einnig okkar niðurstaða svo að það er engin verulegi veikleikar í innra eftirliti. Umfang endurskoðunar, það er valið upp hérna, það er þarna undir og hvernig er unni aðkoma okkar að þeim er. Þetta er svo sem nöfn sem þið kannist við. Þessi áhættugrunda endurskoðun, þá þurfum við að segja frá því hvað við leggjum mest áherslu á og möguleg sniðganga stjórnvalda er alltaf til staðar í öllum rekstri. Það er svona þar sem við göngum út frá. Okkar niðurstöður það er að það voru enga vísbendingar sem komið fram sniðgöngu stjórnvalda á innra eftirliti. Varðandi innra eftirlit, það er þetta mikilvægt að innra eftirlit sé virkt, þannig að það dregur úr hættunni á skekkjum. Okkar niðurstöður eru þær að það hafa ekki veruleg veikleiki komið fram og við höfum komið svona ábendingum atriði sem að betur að fara í sérstakri skýrslu til bæjarstjórnar. En það er ekkert svona sem það er ekkert verulegt þar. Stjórnsýsluskoðun, það er einmitt svona sérstakri skoðun sem okkur ber að framkvæma og þá erum við bara að kanna hvort að fullnægjandi heimildir hafi verið fyrir útgjöldum og hvort þessi almenn stjórnsýsla og einstaka ákvarðanir séu í samræmi við reglur fjármál sveitarfélags og okkar niðurstöður eru einmitt þar að það er engar verulegar athugasemdir en tillögur til úrbóta. Rekstrartekjur, þær skoðum alltaf sérstaklega og það kom upp ein skekkja þar sem að innheimta var ekki í samræmi við gildandi gjaldskrá, það er glemt að uppfæra í kerfi en það var ekkert svona sem að hefur áhrif. Laun og launatengd gjöld, það er bara upptalning á því sem fjárhæðum og þar eru heldur engar athugasemdir gerðar. Annar rekstrarkostnaður, það er þetta stórliður. Þar skoðum við ýmislegt samþykki kostnaðarreikninga til dæmis og þar er einmitt niðurstaðan líka svo að það er engar athugasemdir. Varanlegir rekstrarfjármunir, það er stærsti einstaki eignarpósturinn hjá sveitarfélaginu. Það eru svona ýmsar aðgerðir sem við framkvæmum á því og það eru heldur engar athugasemdir þar. Stofnframlög og eignarhlutir, það er stærsti einstaki eignarhluturinn er eignarhluti í lánasjóði sveitarfélaga sem bókvarar á 132 milljónir og annað er svona ef minna, samtals voru þetta 146 milljónir, þannig að þetta er 14 milljónir þarna sem er annað. Langtímakrafa vegna hjúkrunarheimilis, þetta er leigusamningurinn við ríkissjóð leigu á hjúkrunarheimili og hérna er sagt hvernig hún er færð og reiknuð upp og við fórum þann útreikning og niðurstöður eru án athugasemda.
Samrekstreiningar, þetta nýliður í ársreikningum sveitarfélaga og tengist breyting á reglugerð 1212 frá 2015 sem kveður á að sveitarfélög skuli taka hlutfallslega inn í sínar ársreikninga. Sem sagt félög þau bera ótakmarkaða ábyrgð á, sem sagt þessi byggðasamlög. Og í ykkar tilfelli þetta Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa og Strætó. Eftir að við höfum yfirfarið þetta og þá eru niðurstöðurnar líka án athugasemda. Ónefndar tekjur og aðrar skammtímakröfur. Það smá upptalning þarna á þeim og hvernig við yfirfórum það. Fórum við mat stjórnenda á niðurfærsluþörf til dæmis og taljum það vera varfærið og niðurstöður eru án athugasemda. Þarna. Lífeyrisskuldbinding. Þetta skuldbinding sem sveitarfélagið ber og tengt B-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Það er þetta mikil óvissa þar sem fylgir því en við fórum yfir útreikninga og gögn sem að tryggingastarfsfræðingur hefur reiknað. Þetta líka án athugasemda. Þetta svona bilu plata, það er bara skuldir við lánastofnanir. Þetta fór aðeins inn á það, þetta er stórliður eins og hjá mörgum sveitarfélögum og hérna verðtryggður að miklu leyti. En þetta svo sem allt bara uppreiknað og fært með við fyrirliggjandi gögn og án athugasemda. Leiguskuldir, þetta er óverulegur liður hjá okkur, það er hérna vegna bókasafnsins og þetta að klárast bara þessi samningur, þetta er langtíma leigusamningur. Okkar endurskoðun nálgun, þetta er svona litríkt og fínt, þarna teljum við upp helstu liði í efnahagsreikningnum og hver okkar nálgun er. Hún er þetta mestu leyti bara gagnaendurskoðun, það er blikalínan, en svo í hérna eins og varðandi handbært fé og afstemmingar á lánadrottnum og annað, þá höfum við prófað innra eftirliti sérstaklega. Og svo beitum við einnig greiningaraðgerðum þarna í, röngum stað. Þetta var að vera þetta í lífeyrisskuldbindingum, ekki handbært fé. Þetta er líka bara drög. Svo hérna eru svona upplýsingar sem okkur er skylt að veita bæjarstjórn. Það er svona ýmismál það varðar. Og svo er þetta bara staðfesting á því að við erum óháð stjórnendum sveitarfélagsins. Og svo eru fyrirvarar varðandi skýrsluna og takmarkanir á dreifingu og öðru slíku. Hún er þetta unnin aðeins í þágu sveitarfélagsins. Svo eru viðaukar sem við höfum sett fram. Það er samanburður á ýmsum lykilstærðum og fjárhagsáætlun, sem það er samanburður á rauntölum og svo fjárhagsáætlun sem hafa verið samþykktar. Þessi glæra sýnir, fremsti dálkurinn sýnir ársreikning 2021 og svo næsti þá ársreikning 2022 og svo koma samþykktar fjárhagsáætlunir fyrir árin 4 þar á eftir. Og þarna sjáum við að uppsöfnuð fjárþörf, afgangur, ekki fjárþörf, er 389 milljónir samkvæmt áætlun 2023, áætlun fjárfesting 2,4 milljarðar og áætlaður lántaka 2,1 milljarður. Þannig að uppsafnaður afgangur verður þá 121 milljón miðað við þessa forsendur. En nú eru verðbólguforsendur kannski einhver aðrar, þannig að það er kannski ráðlegt að það verður farið að skoða kannski áætlanirnar með þeim gleraugum. Og svo er tilgreint þannig að skulda viðmiðið næst, sem er þá vel innan þessa marka samkvæmt lögum. Hérna er þetta bara sýnt myndrænt með rekstrarjöfnuðinn, en hérna lögin gera ráð fyrir að hann sé jákvæður á hverju 3 ára tímabili og samkvæmt áætlunum samkvæmt gildandi áætlunum þá er ráðgert það hérna að það verði viðsnúningur þarna innan tíma. Framleiða hlutfallið, þetta er þá bara framleiði hlutfallið við rekstrartekjur. Skuldahlutfall, það er gert ráð fyrir að það lækki, en þetta hangir svolítið í saman. Þetta er annars vegar rekstrartekjurnar og svo skuldirnar. Þannig ef að tekjurnar hækka meira heldur en skuldirnar, þá fer þetta bara niður á við. Og svo er þetta líka afborganir, þannig að ég veit. Og svo skuldaviðmiðið, þá er það aðeins lægra. Já, ég þakka fyrir mig.
Takk fyrir þetta og orðið laust og bæjarfulltrúi Halla Katrín hefur óskað eftir að taka til máls. Svo bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Mosfellsbær sveitarfélag í miklum vexti og að stýra og huga að öllu því sem viðkemur rekstri bæjarfélagsins, uppbyggingu og þeirri þjónustu sem bæjarbúar kalla eftir ábyrgðarmikið og krefjandi verkefni. Nú liggur ársreikningur ársins 2022 fyrir og vil ég byrja á því að þakka starfsfólki fjármáladeildar Mosfellsbæjar og endurskoðendur KPMG kærar þakki fyrir alla þá vinnu sem þau hafa unnið við gerð þessara ársreiknings. Það vissulega vonbrigði að niðurstaða sé neikvæð nærri 900 milljónir króna. En þegar 6 mánaða uppgjör lá fyrir í haust var þegar ljóst að markmið fjárhagsáætlunar ársins 2022 myndi ekki nást þar sem halli var þá þegar orðinn 500 milljónir króna hærri en gert var ráð fyrir. Það að segja, halli á fyrstu 6 mánuðunum ársins 2022 var 940 milljónir króna. Aðhald í rekstri ásamt auknum rekstrartekjum á seinni hluta ársins gerði það að verkum að hallinn jókst ekki frekar heldur lækkaði hann lítillega og endaði eins og áður höfum fram í 898 milljónum króna. Langþyngst vega verðbætur vegna verðtryggðra lána en þær eru ríflega 800 milljónir króna umfram áætlun. Sjálfur rekstur bæjarins hefur verið góður, en hann hefur þó ekki verið nægjanlega sterkur til að standa með sjálfbærum hætti undir þeirri miklu uppbyggingu sem hefur átt sér stað. Bærinn hefur þurft að taka verðtryggð lán til að fjármagna uppbyggingu og það einmitt þessi lán sem í dag að valda okkur vanda. Skuldsett sveitarfélag hefur minna svigrúm til uppbyggingar í verðbólgutíð eins og nú er en annars væri. Í fjárhagsáætlun árið 2023 var gert ráð fyrir 5,6 verðbólgu en nú gera spár ráð fyrir því að verðbólga ársins verði 10%. Auk þess sem langtíma verðbólguspár gera nú ráð fyrir að á næstum árum verður verðbólgan langt yfir markmiðum Seðlabankans. Þegar íbúum sveitarfélaga fjölgar þá þarf vissulega aukna innviða uppbyggingu, en slík uppbygging verður að vera sjálfbær til lengri tíma litið. Það að segja, hún má ekki koma niður á möguleikum sveitarfélagsins til að áframhaldandi uppbygginga. Ytri aðstæður setja okkur þröngar skorður þegar kemur að áframhaldandi uppbyggingu. Það að segja vegna óvissu í efnahagsmálum, hárra vaxta og mikilla verðbólgu mikilvægt að fara varlega í auknar fjárfestingar til skemmri tíma. Það því verkefni okkar í bæjarstjórninni að forgangsraða verkefnum og fjárfestingum til að auka möguleika á að ná sjálfbærni í rekstri bæjarfélagsins. Ljóst að það fjárhagslega ábyrgt að taka fjárfestingaáætlun ársins 2023 upp til endurskoðunar, auk þess að horfa til hagræðingar í rekstri eins og unnt er. Já, það okkar hlutverk að horfa fram á veginn og sjá til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir í dag sem hafa góð áhrif á samfélagið okkar til framtíðar. Við viljum tryggja að bæjarbúar njóti áframhaldandi góðrar þjónustu, auk þess sem við viljum sinna viðhaldi eigna vel og halda áfram uppbyggingu með skynsemina að leiðarljósi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum fyrsta lið ársreikningi? Það eru ekki fleiri sem að óska eftir orðinu, þannig að við göngum þá til atkvæðagreiðslu það að vísa ársreikningnum til síðari umræðu á fundi bæjarstjórnar sem haldið verður þann 26. apríl. Það verður 827. fundi og ég bið bæjarstjórnarmennum að gefa merki þeir sem eru samþykkið því að vísa til annarar umræðu og það eru allar 11 hendurnar á lofti.
Og forseti hérna með drög á bókun með málinu og ætlar að lesa hana. Ársreikningur Mosfellsbæjar árið 2022 lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Á fundinn undir þessum dagskrárlið mættu Haraldur Örn Reynisson og Lilja Dögg Karlsdóttir endurskoðendur, Pétur Jens Lofton fjármálastjóri og Anna María Axelsdóttir verkefnastjóri fjármáladeild. Bæjarstjóri hóf umræðuna og ræddi niðurstöður ársreiknings og þakkaði endurskoðendur og starfsmönnum fyrir vel unnin störf í tengslu við gerð ársreiknings. Þá fór Lilja Dögg endurskoðandi yfir helstu efnisatriði í drögum ársreiknings og endurskoðunarskýrslu sinni vegna ársins 2022. Og það er engin mótfallin þessari bókun, er það? Nei. Þannig að hún verður færð til bókar og áður en forseti gerir örstutt hlé þá vill hann taka undir þakkir bæjarstjóra til bæði starfsmanna fjármáladeildar og endurskoðenda bæjarins og þakka góð störf og þar með förum við í stuttfundarhlé.
Komið sæl og ný, við tökum þá aftur til við þá dagskrá sem að fyrir okkur liggur hér og við erum þar komin sögu að næsta dagskrá hjá okkur umfjöllun fundargerð 1574. fundar bæjarráðs. Sá fundur var haldinn 30. mars og á dagskrá þess fundar voru 10 mál, sýnist mér, og þar var einu frestað. En orðið gefið laust þá fundargerð. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 2.2 á fundi bæjarráðs nr. 1574 sem ber heitið samræming úrgangsflokkunar og höfuðborgarsvæðinu sóknaráætlun. Mér langaði bara að vekja athygli á því að þarna var lögð fyrir bæjarráð fyrirkomulag við innleiðingu hringgasarkerfis og aukinnar flokkunar í Mosfellsbæ ásamt kostnaðaráætlun við það verkefni. Og mér langar þess að lýsa ánægju minni með það að þetta verkefni sé komið á þennan stað. Þetta búið að vera talsvert lengi í farvatninu og þetta heilmikið átak sem að þarf til þess að koma þessu í samræmt horf á höfuðborgarsvæðinu sem að ætti að vera löngu búið að gera en betra seint en aldrei. Og þetta verður til þess að við fáum tækifæri, Mosfellingar eins og aðrir höfuðborgarbúar til þess að flokka sorpið okkar ennþá betur sem að auðvitað bara mjög umhverfisvænt og mun spara okkur kostnað og auðvelda alla vinnu til framtíðar. Ég vil líka vekja athygli á því að það hafin í Mosfellsbæ kynning á þessu ferli. Bæði var frétt um þetta í síðasta Mosfellingi og síðan verið að nota þessa ágætu samfélagsmiðla til þess að kynna þetta fyrir bæjarbúum og ég hvet okkur öll og alla bæjarbúa til þess að kynna sér þetta vel vegna þess að þetta gerist núna á næstu kannski 6-8 vikum sem að þetta verið innleitt. Þannig að við séum nú öll tilbúin og vitum hvernig við eigum að bregðast við þessum breytingum sem eru ekkert flóknar en það eru mjög jákvæðar og við verðum að sjálfsögðu fararbroddi í þessu Mosfellingar eins og svo mörgu öðru þegar að þar kemur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi. Fleiri sem óttið að taka til máls hjá bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, koma upp undir sama máli og eiginlega líka bara til þess að fagna því að okkur hafi loksins tekist hér á höfuðborgarsvæðinu og komast á samkomulagi frekari flokkun á úrgangi frá heimilum. En þetta svona legið á okkur ansi lengi og við erum verið langt frá því að vera til fyrirmyndar hvað þetta varðar. Og allavega þegar kemur að úrgangi sem sótt frá heimilum, sem reyndar ekki nema 40% af því sem fellur til, að því að 60% af úrgangi frá heimilum skilum við sjálf á endurvinnslustöðvar og grændastöðvar sem að verður þær stöðvar verða líka áfram mjög stór hluti af því kerfi sem að verður til staðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það afskaplega ánægjulegt þegar þessu stóra kerfi tekst að komast á samkomulagi eitthvað og í rauninni allur aðdragandi að kynningu og það sem að nú þegar búið að setja fram gefur manni svona öryggistilfinningu að þetta eigi eftir að ganga vel. Þetta eitt af þessum verkefnum þar sem að í rauninni almenningur, íbúar, það allavega svona mín upplifun að þeir séu löngu tilbúnir í þessa breytingu. Margir hverjir hafa nú þegar komið sér upp bara aðstöðu til þess að flokka meira, flokka lífrænt og verið til fyrirmyndar hvað það varðar. Þetta nýja kerfi gefur okkur öllum náttúrulega kost á því að taka þátt í þessu og ég vona að allir geri það. En það mun alveg reyna á íbúa, breytingar eru alltaf erfiðar og það mun reyna á starfsfólk sveitarfélagsins að leiðbeina íbúum í gegnum þessar breytingar og Sorpa kemur auðvitað verkefnum líka með yfirumsjón með markaðssetningu og annarri svona verkefnastjórn í þessari innleiðingu.
En ég hef bara fulla trú á því að þetta muni ganga vel og hvet öll heimili í Mosfellsbæ til þess að hefja undirbúning nú þegar og það þarf að huga að því að tunnum fjölgar við sérbýli og við þurfum að koma körfunni sem við fáum fyrir lífræna sorpið fyrir einhvers staðar undir vaskinum eða hvað sem fólk vill hafa hana. Og líka bara mjög ánægjulegt þegar maður lesi til þetta verkefni að sjá að sveitarfélagið ætlar að útvega bréfpoka til að safna lífrænu íbúum og kostnaðarlausu út þetta ár. Þannig að ég ætla bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar og lýsa ánægju minni með þetta verkefni og það sem svona fer bara, maður getur ekki annað en hugsa til gömlu einkunnarorða sorpu, flokkum og skilum. Sorpa! Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Forseta langar bara til þess að forseti sérstakur áhugamaður sorphirðu og hringrásarhagkerfi og taka undir með báðum þeim bæjarfulltrúum sem hér kom í pontu. Og ég held að þetta sé einmitt, þetta verkefni sem við erum öll að leggja dálítið mikið á okkur til þess að gangi vel en ég held að við séum lang flest löngu tilbúin í þetta. Það eru fleiri mál til umræðu á þessum fundi og orðið laust og bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir óskar eftir orðinu. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, ég kem upp fyrir máli 2.4, undirbúningur framkvæmda á varmársvæði. Langar aðeins að útlista það. Alveg eins og allir vita þá íbúafjöldi hér í Mosfellsbæ aukist verulega og það alveg eins hjá aftureldingu, iðkendur hjá aftureldingu og það vissulega ánægjulegt að það hafi líka aukist. En það hefur þó í för með sér vaxtarverki sem lúta því að reyna að vera með góða aðstöðu fyrir 11 greinar á sama stað. Við í meirihlutanum höfum lagt mikla áherslu á það að koma með framtíðarsýn og hvað varðar uppbyggingu íþróttasvæða og hvernig samnýting varmársvæðisins gæti orðið sem best. Þar sem það orðin krafa núna að hafa líka við gervigras á keppnisvelli í knattspyrnu í dag, þá breytir það miklu möguleika á samspili frjálsar íþrótta og knattspyrnu. Þannig að miðað við þær upplýsingar sem við höfum fengið frá sérfræðingum og forsvarsmönnum frjálsíþrótta og knattspyrnuhreyfingarinnar, þá fer þetta illa saman og mun hvorki uppfylla þarfir frjálsíþrótta né knattspyrnudeildar aftureldingar til framtíðar. Það einnig fyrirséð að þegar gervigras verður komið á aðalvellinn, þá verður og hvað þá þegar stúkan kemur líka, að þá verður gríðarlega mikil notkun á þessu gervigrasvelli allan ársins hring og við höfum síðan leikjaplan hjá aftureldingu í knattspyrnu fyrir 11 manna bolta og það takk fyrir 400 leikir á ári. Þannig það segir okkur að það gengur verulega á möguleika frjálsíþróttadeildar til að æfa á sama tíma og þessi stóri iðkendahópur hjá knattspyrnunni að æfa. Því að af öryggisástæðum þá má ekki æfa frjálsar, né hlaup og annað á sama tíma og leikir eru í gangi. Þess vegna erum við að leggja til að umhverfissviði verði falið að skoða eftirfarandi í þessari tillögu hjá okkur í 2.4. Mig langar að spyrja forseta leyfi að fá að lesa upp tillöguna. Gjörðu svo vel. Tillagan svona. Lagt til að umhverfissviði verði falið að skoða eftirfarandi. Mæla fyrir gervigras knattspyrnuvelli á núverandi aðalvelli að Varmá sem uppfyllir skilyrði samkvæmt JÚFA 2 reglugerð hvað stærð, öryggissvæði varðar. Miðað verði við að völlurinn verði færður austar eða þar segja nær brúalandi og uppfæra núverandi kostnaðarmat sem taki tillit til færslu á vellinum. Þá einnig líka að mæla fyrir 200 metra frjálsíþróttabraut með 4 hlaupabrautum allan hringinn, 6 til 8 brautum á öðrum beinakaflanum og frjálsíþróttaaðstöðu eða fyrir kast og stökkgreinar í miðjunni og gera þetta kostnaðarmat.
Síðan það einnig að mæla fyrir 1500 manna eða sæta stúku milli Gervigrasvalla sem uppfyllir skilyrði samkvæmt JÚFA 2 reglugerð og uppfæra kostnaðarmat sem taki tillit til stækkun stúku frá upphaflegri áætlun og færslu. Þetta sem sagt tillagan og kannski aðeins í lokin þá langar mér bara út af því að það ekki allir kannski með þessar 200 metra hlaupabrautir að á Íslandi eru 2 200 metra hlaupabrautir í dag og það í Laugardalnum og það í Kaplakrika. Það innandyra og sérfræðingar, það ánægjulegt að heyra að þjálfarar tala ótrúlega vel að þjálfa börn og ungmenni á þessum 200 metra hlaupabrautum og þessu svæði. Hins vegar engin úti 200 metra hlaupabraut og völlur, þannig að það væri kannski svolítið spennandi að við erum þá kannski, ef þetta gengur eftir og það pláss fyrir þetta, við erum fyrsta sveitarfélagi sem værum með svona völl, en þá allt eftir að koma í ljós. En út í Noregi gefst þetta mjög góð raun með þessar 200 metra hlaupabrautir, bæði fyrir almenning, því að þið vitið það eins vel og ég að þetta mikið notað hérna niður frá og ofboðslega dýrmætt fyrir marga og það ekkert síður fyrir fólk að hlaupa á 200 metra velli eða 400 ef maður að gera þetta svona sér til heilsubótar. En hvað varðar sem þjálfararnir segja, þá þetta nýtast fyrir börn og ungmenni. Þannig að það ánægjulegt að heyra og bara við fögnum því að þetta gæti kannski hljóma svolítið þar sem við ætlum að fara að taka upp skólalóðirnar eins og í Varmá og gera þær enn betri og í nútímanlegu farvegi, að þá myndi frjálsíþróttavöllurinn koma þarna þar sem vallarhúsið og vera svona harmonera við skólaleiksvæði. Þannig að við bara fögnum því að allavega láta tékka á hvort að þetta sé mögulegt og bara minni á að skólalóðir og íþróttasvæði hafa mikil áhrif á gæði umhverfis og stuðla bættri lýðheilsu. Og það ætti allir að geta leikið sér og haft það gaman. Takk fyrir. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þetta sem að nú forseti búin að tína númerinu hérna, sem númer 4. Svo ekki, en það eru fleiri mál í boði til þess að taka upp til þess að ræða úr pontu. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir fyrsta máli á þessum fundi, 2.1, loftslagsstefna fyrir höfuðborgarsvæðið. Hér annað mál sem tengist umhverfinu okkar sem við tókum fyrir á þessum fundum. Ég langaði að vekja athygli á því að nú hefur sveitarfélagið fyrir sitt leyti samþykkt loftslagsstefnu fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðið og það er mjög ánægjulegt að þetta sé loksins komið á þann stað að nú geri ég ráð fyrir að bæjarstjórinn sé bara búin að undirrita þetta fyrir okkar hönd. Ég vona, við erum allavega búin að fela bæjarstjóra að undirrita þetta fyrir okkar hönd og svo ætlum við að hefjast handa við að innleiða inn í okkar umhverfisstefnu og það ég veit að það er vinna að fara af stað inn í umhverfisnefnd við að flétta saman þessar loftslagsstefnu. En það sem skiptir mestu máli fyrir bæjarfélögin auðvitað síðan aðgerðaráætlunin. Þetta má ekki vera bara enn eitt plaggi sem við erum með til skrauts. Það eru aðgerðirnar sem skipta máli og eins og segir í fylgiskjölunum þarna að það er langt síðan að það hafa verið teknar mælingar. Það eru 3 ár frá því að það voru gerðar mælingar á höfuðborgarsvæðinu og það þarf að fara aftur af stað með þær til þess að við getum séð hvort okkur verði síðan eitthvað ágengt. En þetta er ánægjulegt. Þetta er hluti af því að við tökum á þeirri ógn sem að steðjar að okkur öllum saman. Jörðin lifir okkur öll en það er spurning hvort að við ætlum að ganga frá okkur eða ekki. Þannig að við þurfum að hjálpast að við að taka á þessu loftslagsmálum. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fyrsta lið á dagskrá þessa bæjarráðsfundar. Svo ekki og telst þá umræðum hann lokið.
ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls undir þessari fundargerð bæjarráðs og biður forseti bæjarstjórnarfólk að vera tilbúið í atkvæðagreiðslu. Þau sem staðfesta fundargerð 1574. fundar bæjarráðs vinsamlegast gefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Og þá erum við komin að fundi bæjarráðs. Það er 1575. fundur bæjarráðs og sá haldinn 3. apríl. Þar var einungis eitt mál á dagskrá og það var ársreikningurinn sem við vorum að fjalla hér fyrr á þessum fundi og afgreiddum til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þannig að forseti telur frekar ólíklegt að fólk ætla að ræða hann aftur undir þessum lið, en það gefur engin merki og forseti óskar eftir að bæjarfulltrúar taki þátt í atkvæðagreiðslu. Þeir sem staðfesta niðurstöðu 15.75. fundar bæjarráðs vinsamlegast gefið merki. Það eru 11 hendur á lofti. Þá höfum við lokið því að fara við þær fundargerðir sem eru hér liggja fyrir þessum fundi til staðfestingar og þá erum við komin að svokölluðu almennu erindi og það er í fulltrúarráðsfélagsins Brunafélag Íslands. Fyrir okkur liggur að kjósa aðal- og varafulltrúa Eignarhaldsfélags Íslands vegna kjörtímabilsins 2023 til 2027 og hjá forseta liggur tillaga að aðalfulltrúi í fulltrúaráði Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands, sem aðalfulltrúi Mosfellsbæjar verði bæjarstjóri Regína Ásvaldsdóttir og varafulltrúi verði formaður bæjarráðs Halla Karen Kristjánsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og þá lítur forseti svo á að þessi fulltrúar séu rétt kjörnir fulltrúar okkar inn í fulltrúaráðinu. Þá erum við komin að fundargerðum til kynningar og þar er fyrst á dagskrá afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það er 495. fundur byggingafulltrúa. Sá fundur var haldinn 24. mars og þar voru tekin fyrir 5 mál og er umræða hvaða mál sem er innan þeirrar fundargerðar. Engin óskar eftir að taka til máls og er fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa. Sá fundur var haldinn, það var 66. fundur þar og sá fundur var haldinn 29. mars og á dagskrá þess fundar voru 2 mál. Það er orðulaust fundargerðina. Engin óskar eftir að taka til máls og er fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að fundargerðum samstarfsverkefnin okkar. Næst er það fundargerð stjórn og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Það er 248. fundur. Sá var haldinn 17. mars síðastliðinn og á dagskrá þess fundar voru 7 mál og er orðulaust þá fundargerð. Engin óskar eftir að taka til máls og er fundargerðin lögð fram. Þá er það fundargerð stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það var 554. fundur þeirrar ágætu stjórnar. Hann var haldinn 27. mars og á dagskrá fundarins voru 5 mál og orðið er laust þá fundargerð. Bæjarfulltrúi Sævar Birgisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem ykkur til máli 8, væntanlega 8.3 sem er. Það er sem sagt samþykktir fyrir áfangastaðarstofu höfuðborgarsvæðisins. Við viljum bara vekja athygli á því en á þessum
554. fundi SSH voru samþykktir fyrir áfangastaði höfuðborgarsvæðisins lagðar fram til samþykktar og svo þann 3. apríl síðastliðinn þá var svo það sem hún heitir í dag Markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins stofnuð á formlegum stofnfundi eftir rúmlega 2 ára aðdraganda, langur aðdraganda þessu, þannig að það var kærkomið að þetta er litið dagsins ljós. En stofnaðalar eru samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ferðamálasamtök höfuðborgarsvæðisins. Og með þessu skapast vettvangur sem að auðveldar markaðssetningu og þróun á höfuðborgarsvæðinu sem áfangastaðar og fylgja því náttúrulega mikil tækifæri fyrir bæði sveitarfélög og fyrirtæki. Og það sem tekur nú við að vinna við að koma starfsemi stofunnar af stað og þá skiptir miklu máli að fá aðila með í lið til að auka vægi sem mest og að fyrirtæki og sveitarfélög sjái hag sínum vel borgið að taka þátt í verkefninu. Svo má nefna á meðal annarra verkefna stofunnar mun vera sett fram áfangastaðaáætlun til næstu 3 ára þar sem að tekið fyrir hvaða verkefni hvert og eitt sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu vill leggja áherslu á og framkvæma. Þannig að þetta er verklag sem að þekkst hefur á landsbyggðinni en þetta er í fyrsta sinn sem unnið er eftir með þessu fyrirkomulagi á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta er mikið framfæraskref fyrir ferðaþjónustu og starfsemi því tengdu í Mosfellsbæ og á höfuðborgarsvæðinu öllu. Þannig að við skulum fagna þessu og nýta okkur þetta eins vel og við getum. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundargerð stjórnar SSH. Svo ekki voru fundargerðir lögð fram. Það voru 9. mál á okkar dagskrá hér í dag. Það er fundargerð 41. eigendafundar Strætó BS. Sá fundur var haldinn 27. mars. 41. fundur, það var einungis 1 mál á dagskrá þeim fundi og orðið laust fundargerðina. Enginn óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Það er 10. og síðasta mál á dagskrá okkar fundar. Hér fundargerð HEF. Sá fundur var haldinn líka 27. mars og þar voru 4, má segja, málaflokkar til umræðu og er orðið laust fundargerðina. Enginn óskar eftir að taka til máls og er fundargerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þetta bæjarstjórnar og er fundi slitið klukkan 17:25.